Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum fengið góðan gest hér í stúdíói til okkar. Sum ykkar hafi lesið grein á Vísi í gær sem fjallaði íslenskt mál og hann má eiginlega bara segja að þessi grein hafi gert allt vitlaust. Hún heitir Vala Hafstað, leiðsögumaður og skáld sem skrifaði greinina og það hafa semst orðið breytingar, ekki síst hjá fjölmiðlafólki, varða íslenska tungu, notkun okkar og hugsun íslenskunnar sem henni falla ekki og það skrifaði hún ansi beittan pistil sem hefur vægast sagt vakið blendin viðbrögð. Þórarinn Eldjárn segir þarft og gott innlegg rógsherferðina gegn íslenskri tungu sem nú stendur yfir og deilir pistli þessum, en svo eru til málfræðingar eins og Eiríkur Rögnvaldsson sem kalla pistilinn bull og Eiríkur unni sér hvergi hvíldar í því að koma skoðun sinna á framfæri á Facebook síðum ansi margra sem hafa deilt skrifunum. En Vala Hafstað, velkomin til okkar. Takk fyrir. Vala, hefur þú allar götur haft áhuga á íslenskri tungu? Mjög mikinn og ég hef alltaf haft mjög gaman að leika mér að orðum og yrkja vísur og hvaðina og ég er bara gaman af tungumálu yfirleitt. Ég bjó erlendis í meir en 30 ár og þar lærði ég ensku aðalega en íslenskan er alltaf númer 1 hjá mér. Já, hún þér hjartfólkin. Já. Og það af ást til tungumálsins giska ég á sem þú skrifar hana pistil. Já, fyrst og fremst. Já. Hvernig hefur þér orðið við að sjá hinn miklu viðbrögð sem orðið hafa? Ég er mjög glöð yfir þeim og átti kannski ekki von á svona miklum fjölda athugasemda og skrifa, en eins og í gær það stoppaði ekki hjá mér síminn og svo margir sendi mér skilaboð og þökkuðu mér fyrir. Já. Og greininni hefur verið dreift mjög víða sem mér finnst gott. Já. Og það eru hátt í 5.000 manns senastir í gáði sem að hafa merkt við hana á síðunni. Það er ekkert annað. Já. Það er alveg magnað. Það er greinilegt að ég er ekki svo eina sem er á þessari skoðun. Heldur betur ekki. Ég held að svona fyrir hlustendur og áhorfendur okkar þá verði ekki undanvikist að við förum aðeins inn í það sem svona helst kemur fram í pistlinum. Það var nú sennilega ekki allir lesiðan, en sem sagt þú orðar það þannig að óprúttin nýlensku her, það eru orðin sem þú velur, hafi gert aðför að tungumálinu okkar úr ýmsum áttum. Og þessi her sé staðráðin í að innleiða hina kynlausu nýlensku í nafni jafnréttis baráttu. Og svona megin yrkisefnið þitt, helsta stefið í málflutningnum orðið maður. Að við séum á góðri leið með að útrýma því úr íslenskri tungu. Getur aðeins svona... Já, það sem ég er að benda á hvað þessi barátta, þessa nýlensku hers undir yfirskinni jafnréttisbaráttu, hvað hún á miklu misskilningi byggð. Vegna þess að við vitum jú að við erum fremst meðal þjóða í jafnréttismálum og það á við bæði konur og samkynhneigða og við erum öll mjög stolt af þessu, en þetta gerðist áður en nýlenskan hóf innreið sína. Núna eins og þessi hermanna sé að leita að nýjum óvinni og hann hefur skilgreint íslenskuna sem sinn versta óvinn og núna virðist hann hafa það markmiði að leita að öllu sem hugsanlega geti verið móðgandi í tungumálinu og ráðast á það og þar á meðal orðið maður. Já. Og orðið maður er bara tegundarheiti. Það á við
jafnt konur sem kalla og önnur kyn. Þetta er ekkert orð sem vísar eitthvað frekar til kallmanna og þetta er bara hlutlaust orð. En sérstaklega á RÚV, ég beini spjótum mínum á RÚV af því það er útvarp allra landsmanna, að þar hafa menn verið mjög móttækilegir fyrir þessari nýlensku og þar er verið markvisst að eyða út þessu orði maður og það líkar mér ekki. Þú nefnir í pistlinum að við sjáum dæmi þessi í fréttaflutningi frá RÚV að starfsfólk, vísindafólk, björgunarfólk, verkafólk, iðnaðarfólk, flóttafólk í stað starfsmanna, vísindamanna, björgunarmanna, verkamanna, iðnaðarmanna og flóttamanna. Þú talar samsetningar eins og starfsfólksfundur sem orð sem að ég heyrði fyrst fyrir ég var ná fréttablaðinu, ég skrifaði einmitt frétt það og fekk álit lærðara sem leikra á þeirri málbreytingu og svo ertu til dæmis að tala að í sömu fréttinni sjáum við kannski Palestínu fólk og Bandaríkjamenn og þeir finnst kannski að það sé ekki alltaf misræmi og þú talar móðgunina og kannski mætti þá bæta við svona ákveðnu kaosi eða óskilleika. Já, mér finnst bara ef fréttamenn RÚV vilja taka upp þessa nýlensku þá er eins gott til fari alla leið. Það þýðir ekki að vera að tala Palestínu fólk í sömu fréttinni og talaður Ísraels menn og Bandaríkjamenn. Akkur ekki bara kalla þetta allt saman fólk. Já. Og ég bendiði á að til dæmis orðið Íslandingur jú í kallkynni. Er það þá ekki móðgun við konur og aðra? Já. Aðra sem ekki kallmenn. Það lítur að vera. Akkur tölum ekki bara Íslands fólk til þess að móðga engan. Já. Mér finnst það alveg upplagt því að það ekki hægt að vera með eitthvað svona hálfkák, það þýr ekki að fara hálfa leiðina og einhver fjölmiðl, hann verður þá bara að fara alla leið. Já, og það jú tungan sem bindur okkur saman. Jú. Íslenskan karllægt tungumál. Já, en það má ekki rugla saman málfræðilegu kyni og líffræðilegu og það það sem þessar hópar að gera. Þeir skilja það ekki, það kallkyn, kvenkyn og hvorugkyn í tungumálinu en þessi kallkyns, kvenkyns og hvorugkyns orð hafa ekkert með kalla og konur og aðra að gera. Eins og til dæmis við eigum með þess að kallkyns orð yfir konu sem svanni og hvorugkyns orðið fljóð yfir konu. Það ekkert móðgandi, það? En allir velkomnir eða öll velkomin, hvort hugnast þér? Mér finnst þetta bara svo kjánalegt að segja öll velkomin því það eins og að vanta eitthvað nafnorð þarna á milli. Já. Öll hvað? Já. Sko, ég vísaði áðan til þess að höfuðskáld okkar og miklu málfræðingar, fólk sem hefur mjög mikinn áhuga og ber mikla virðingu fyrir íslenskri tungu og verður ekki sakað á öðrum sviðum eins og þú kannski nefndir áðan að sína stæka kvenfyrirlitningu eða vera ráðast gegn munnlutahópum svona eins og Þórunn Eldjárn að honum líkar framtak þitt að skrifa og birta þennan pistil en svo eru þarna hinum megin mjög mikið ofstæki hjá líka málvísindamönnum og þeim sem Íslendingar hafa oft á tíðum litið hvað mest til. Við erum öll svona fálma í 8 fyrirmyndum, hvað rétt og rangt, hvað á mér að finnast þegar verða svona breytingar á tungumálinu. Ég nefndi Eirík Rögnvaldsson, hafið þið haft einhver samskipti eftir að þessi pistil? Nei, ég þekki þann mann ekki en hann brást svo illa við þegar einhverjir deildu greininu minni á málspjálssíðinu hans í gær að hann þurrkaði hana út og það tvisvar og reykti sér af því á síðunni þegar einhver stuðningsmanna hans spurði hvort hann var ekki örugglega búinn að þurrka út þetta bull og þá sagði hann jú, tvisvar því að hann sem gefur sig út fyrir að vera svo óskaplega umburðarlyndur, hann þoldi ekki þessa gagnrýni. Nei. Er þetta, sko, er þessi ólíku viðbrögð sem birtast
upplifur þig bara núna sem beinlínis einhverja umdeilda persónu í samfélaginu? Eða? Nei, ég upplifi mig bara sem rödd svo margra sem ekki hafa þorað að opna munnin. Já. Menn eru svo hrættir að vera stimplaðir sem einhver karlrembu svín og íhaldspúkar ef þeir leyfa sér að mótmæla þessari nýlensku. Og ég held satt að segja að fjöldi íslensku kennara hljóti að vera hrættur við að hreinlega missa vinnuna eða verða svona óvinsælir ef þeir segja eitthvað, því þeir segja ekkert. Það eru sára fáir íslensku prófessorar sem hafa látið í sér heyra þetta mál og bara Eiríkur Rögnvaldsson sem þú nefnir, þessi sjálfskipaði sérfræðingur hávær og lætur í sér heyra með nýlenskunni og það eins og það eru sárafáir sem þora að mótmæla honum og það finnst mér mjög sorglegt vegna þess að ég veit að því ég þekki marga íslensku kennara og jafnvel prófessora og ég veit svo vel að þeir að minnstkosti sem ég þekki langflestir eru mér hjartarlega sammála en það vantar algjörlega samstöðu á meðal íslensku kennara, það eru þeir sem gætu unnið gegn þessu og ég öfunda þá ekki í dag því ég skil ekki hvernig þeir eru að kenna málfræði í dag þegar það hefur verið ráðið svona að málfræði grunninum og þetta allt einhvern veginn komið í rugl. Ég hugsa að krakkar hafa ekki hugmyndum hvaða kyn þeir eiga að nota þegar þeir skrifa ritgerðir og hvernig á að kenna útlendingum þetta mál ef að við sjálf erum farin að rugla svona í málkerfin okkar. Það skil ég ekki. Nei. Og í ljósi þess að þú nefndir þá minnist ég þess að ég tók viðtal við kennara framhaldsskóla þar sem að því ég nefndi áðan starfsfólksfundur en ekki starfsmannafundur og hann sagði mér off record, ég mátti ekki birta það undir ummælum, undir nafni hans en hann sagði mér off record að hann lítið á þetta orð sem orðskrýpi en hann því skotin niður ef hann leyfði sér að andavæði. Já. Og það, ég held þessi kannski einu ástæði þess að margir Íslendingar hafa fundið fyrir ákveðni valdeflingu við þessi skrifðín að fólk í hrönnum sennilega hefur verið að reyna að læra á þessi kerfi, það hefur verið að reyna að aðlagast þessu en það málkennd náttúrulega bara mjög flókið fyrirbæri, þessi tilfinning sem við höfum og af því ég nefndi áðan að tungumálið hefði saminað okkur og væri kannski það sem hefur haldið okkur sem þjóð og haldið okkur lífinu þá eru mjög svona mikilvægan og heilagan hlut að ræða. Þú segir sjálf að hluti af þínum rökstuðningi sá að ef við hefum verið þekkt fyrir einhverja meiri háttar að sitja eftir í jafnréttisþróun að það má ráða orðum þínum að þá væru þessar breytingar ógnvænlegri eða hvað í þeim skilningi að þér finnst þegar tungumálun breytt í kjölfarið á öðrum ábata sem hefur orðið í jafnrétti þá sé óþarf að nálgast þetta sem einhvers konar hattur gegn minnihlutahópum að skerast við. Já, algjörlega. Já. Því að mér gjörsamlega óskiljanlegt hvernig hægt að túlka það að maður hafi sína gömlu góðu máltilfinningu í lagi sem einhvers konar skoðun á minnihlutahópum. Ég bara skil það ekki. Nei. En manni heyrir samt af umræðinni á Facebook að konur séu svona skeptískari á þinn pistil heldur svona almennt. Ég hef aðeins skrunaði gegnum síður vina minna á Facebook og það eru svona fleiri konur sem að virðast hallmæla sjónarmiðum þínum heldur en kallar. Hvernig heldur það sé? Það var samt fjöldi kvenna sem að á minni Facebook síðan minnstkosti sem sendi mér skilaboð og stutti mig og það var til dæmis ein kona sem var eyðilögð yfir því að kennarasamtök Íslands þau samþyktu nýlega á fundi að samþyktu það að taka upp kynhlutlaust mál í sínum félagskap og þessi kona var gjörsamlega eyðilögð yfir þessu
Því hún sagði að það hefði jú einhverjir mótmælt en það var þakkað niður í þeim leið. Er kynhlutlaust tungumál í þínum huga bara nýtt tungumál, ekki þá tungumál sem við höfum talað og skrifað? Já, þetta sko aðför að málfræði grunninum okkar og það það sem svo alvarlegt vegna þess að ef við förum að kenna börnunum okkar að setningar eins og allir þurfa að fara út, enginn má koma inn og eitthvað slíkt, séu hreinlega rangar, að þá fara þau að skrifa í allt örum stíl en við þekkjum og þá rofna tengslin milli þessara nýju kynslóðar og allra bókmenntan okkar. Þá hætt á því að þessi kynslóð sem við erum að ala upp, hún skilji ekki lengur textana sem skrifaðir voru eða misskilji þá gjörsamlega og haldi að til dæmis orð eins og mannamót og mannætur hafi bara átt við kallmenn. Gæti svo sviðsmynd raungerst að við myndum endurskoða allan okkar fyrri litteratúr og... Já, allir þetta verði ekki bara allt endurskrifað. Já. Það kemur ekki óvart ef nýlensku herinn fær að stjórna. Þá þarf að endurskrifa allar okkar bókmyndir og þá munu svona málsættir eins og maður manns gaman verða eins og Þórarinn Eldjárn stakk upp á aðili aðila gaman eða eitthvað slíkt. Ég var sjálfur með sjónvarpsþátt hér með syni mínum í Vetur og Samstöðinni. Við ákvaðum að kalla hann maður lifandi. En ég man að við veltum því fyrir okkur hvort það væri í lagi. Já, það? Já, menn eru orðnir hræddir, það bara þannig. Já. Og svo spurning með íþróttafréttamenn, ég frétti það í dag, að þeir ætti vandræðum, því að ef að þeir eru að lýsa kvennaleik, mega þeir þá ekki tala varnarmenn og að fara í mannin en ekki boltan. Þurfa þeir að tala varnarkonu og fara í konuna en ekki boltan. Mér finnst þetta svo tilgerðalegt, þetta svo kjánalegt. Og erum við byrjuð að heyra þetta? Varnarkonu? Já, það er víst. Það var einn Facebook-vinur minn sem skrifaði mér þetta í dag. Já. Og ein ástæða þessa, eins og þú nefnir, sennilega svo að menn vilja taka sér höggið þeir fyrirfram, eða það gæti verið eina ástæða. Þetta hræðsla. Þetta hræðsla við að vera stimplaður kallremba. Já. Sko, þú segir í pislunum, svo við rekjum hann áfram, breytingar málsins hafa sumpart orðið til að koma til móts við hópa og sína aukið umburðarlyndi, en málið er flókið, segir þau. Sko, þú kannski einföld það? Það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Ég held bara að sko þögn sem á samþykki og það hafa sára fáir þorað að skrifa þetta mál, en núna allt í einu þegar greinin mín birtist, allt í einu þora 5.000 manns að merkja við greinina mína. Já. Og það þýðir það að það fjöldin allur í þessu þjóðfélagi sem að annarkvort nennir ekki að standa í stappi eða þorir ekki, ég veit ekki hvað það er. Nei. En það sem ég svo ósátt við að mér finnst þetta koma svo mikið að ofan, þessi skipun breytingu á tungumálunu, vegna þess að það sama á hvaða vefsíðu, opinbera vefsíðu maður fer nú orðið, að þetta allt komið í hvorugkyn. Ef þú lítur á umsóknir til dæmis sem að fylla út á vef stjórnaráðsins, að þá þetta allt komið í hvorugkyn. Og til dæmis bara vefsíður eins og Ísland.is og svona, en maður finnur einhver eyðublöð þar, þetta allt í hvorugkynni. Það búið að breyta þessu öllu. Og það sem að mér fannst alveg grátlegt að heyra var, sem ég heyrði bara nýlega, að í sumum skólum þá væri farið að gefa 9. bekkingum verkefni þar sem þeim upp álagt að breyta setningum þannig að þær eigi við öll kyn. Já. Og þá má ekki lengur skrifa
enginn má koma inn, allir verða að drífa sig út, það á að leiðrétta þetta. Já. Og hvaða skilaboð erum við að gefa börnunum okkar þegar við segjum þeim að tungumáli sem foreldrar þeirra og afa og ömmur tala sé rangt. Það þurfa að leiðrétta það. Þetta er bara, mér finnst þið vera að ala upp kynslóð sem við erum að biðja að leita að móðgandi orðum í tungumálinu. Við erum að gera þessa kynslóð svo hörundsára og eitthvað bara húmórslausa, ég verð að segja alveg reynd út. Já. Að hún á ekki að geta lesið nokkuð texta nema að hafa það í huga hvort þetta eða hitt gæti hugsanlega móðgað hana. Það finnst mér svo sárt. Já. Það er ekki langt síðan ég tók viðtal við mannesku sem að var það á að segja venjulegt fólk og manneskjan fekk bakþanga. Hvernig er það hægt? Og var hrædd að það yrði miskilið, það yrði afflutt. Já. Þannig að það er endalaust hægt að miskilja orð, eins og ég stingu på því í greininni að í staðan ef að við skildum fá konu í forsetaembættið, þá stingi ég upp á að það veri kannski ágætt að kalla hana forsætu, en svo áttaði mig á því, þá náttúrulega móðgast einhvern og segir, nú er verið að tala útlit konunar. Já. Það gengur náttúrulega ekki. Nei. Sko það er endalaust hægt að sjá eitthvað móðgandi í öllum orðum. Já, en svo benda feministarnir á að kallarnir, þessir freku, reiðu, ráðríku karlar hafa til dæmis skert athugasemd fyrir áratugum þegar þingkonur vildu fara að kalla sig þingkonur og köllunum hafi fundist bara að allir ætti að vera þingmenn og hérna það er svona spyr maður sem svona líka sko hvort þetta er aðeins flóknara. Já, vilja feministarnir kalla sig ráðfrúr? Finnst þeim það eitthvað fallegra heldur en ráðherra? Hinga til hafa konur verið kallað ráðherra. Það er allt í lagi ef þær vilja vera ráðfrúr. Já. Það var það fínt. En sko, það kemur stundu fram við þetta rauða borð að hérna, ég er nú svo heppinn að ég held að séu 40 ár síðan ég hóf störf við blaðamennsku og ég hef þurft að elta við þetta tíðarandan í mínum skrifandi í blöð og flytjandi fréttir í svona marga áratugi. Ég man eftir svona augnabliki, þegar ég byrjaði að skrifa framkvæmda stýra að ósk konunar sem gegndi stöðunni. Og þetta var svona svolítið þannig framan af að þeir sem báru titla, þeir sögðu mér hvað þeir vildu að ég titlaði þá. Já, og það fannst mér alveg sjálfsagt. Það er ekkert að því. En af því að þú beinir núna sérstaklega spjótum þínum að Ríkisútvarpinu, grunar þið þá að þar hafi einhver samræmd skoðun bara verið keyrð í gegn og fólk hafi ekkert val lengur þannig stíl. Nei, það eru ákveðnir fréttamenn þarna sem tala en það tungumál sem ég ólst upp við. Já. Og það eru ákveðnir, fréttamenn sem ég ber mikla virðingu fyrir. Já. En þeim fer fækkandi því miður. Já. Og þeir sem að hafa tilengað sér þessa nýlensku, þeir eru heldur ekkert öryggir í henni, því þeir vaða úr einu málkerfi í annað. Já. Þeir segja í annari setningunni komu mörg á góðstöðvarnar og svo í hinni allir verða að yfirgefa svæðið. Já. Þeir hafa ekki náð samræmi þar. Nei. Svo lendir maður í því sko að ég sé það á internetinu að síðan hún reytaði pistilinn að ég held mér þess að einhver hafi komið á minn eigin vegg í gær og sagt þú verður bara sorry en það er fyrst og fremst miðaldra og gamalt fólk. Það er ekki rétt. Ég get nefnilega sagt þér að þau viðbröð sem ég hef fengið hafa verið, það finnst mér nefnilega merkilegt. Það er jafnt frá ungu fólki sem eldra og það sem mér finnst svo skemmtilegt, jafnt frá sko eldrauðu fólki, lengst til vinstri og þeim sem eru allra lengst til hægri.
í stjórnmálunum. Þetta hefur ekkert með stjórnmálaskoðanir að gera. Og kannski ekki aldur líka, finnst þér? Nei, ég hef líka fengið mikil viðbröð frá ungu fólki. Jaha. Já. Þannig að þér líður ekki eins og þú sér svona settleg hægri republikana kona sem að vilt halda íhaldssöm og allt best eins og það var í gamla daga. Alls ekki. Ég hef aldrei tilheyrt neinum stjórnmálaflokki og er mjög ópólitísk að öllu leiti. En mér finnst það eigi ekki að skipta máli í hvaða stjórnmálaflokki fólki þegar kemur að varðveislu þeirra eigin tungu. Hefur þú fengið einhver viðbröð sem að svona hafa fengið til þess að spyrja þeirra spurninga hvað hefði orðið um þig að þú væri kall sem hefur skrifað hana pistil, heldur þau hefðu orðið einhvern veginn öðruvísi? Já, það er hættið því vegna þess að það er ekki, og tala nú ekki ef ég væri 10 árum eldri, þá hefði ég örugglega bara verið kölluð kallföskur. Já. En viðbröðin sem ég sé meðal minna vina eru jafnt frá konum sem köllum. En hvað segiru við þá sem að segja að kynhlutleysi í tungumáli sé engin tilviljun, þetta sé tæki sem að við þurfum bara núna að tefla fram til þess að börnin okkar fá ekki ólík skilaboð eftir því hvaða kyn þau sjálf beri og allt það. Þú hlær bara. Ég hlæ vegna þess að þetta er svo mikil oftúlkun á málinu. Ég veit ósku vel að það er verið að reyna í mörgum löndum að búa til einhvers konar hlutlausa orðræðu. Eins og við ensku að segja they í staðan fyrir he and she eða eitthvað svoleiðis. Og það er tiltölulega einfalt í tungumálum þar sem að málfræðin er einföld eins og ensku. En hjá okkur þá bara, það gegnir allt öðru máli vegna þess að málfræði grunnurinn okkar sem tungumálið okkar, þetta einstaka tungumál byggist á, er svo gífurlega flókin. Já. Og allar setningar þurfa að fylgja ákveðnum málfræði reglum til þess að hljóma vel. Já. Og þetta særir alveg óskaplega málvitund svo margra. Já. Að heyra hvernig komið er. Þetta held ég að sé það sem Þórarinn held ég að meinar þegar hann talar róksherferð gegn íslensku. Einmitt. Og hann sjái það fyrir sér að það sé verið að ræja kjarna tungumálsins sem er gamall, sem er karllægur sannarlega, en þú segir hefur ekkert með jafnrétt að gera. Það er ekkert með jafnrétt að gera. Akkurat ekki neitt. Eins og ég sagði, ég meina, ef við lítum á dýrategundir, að þá eru ær og hrútar, kallaðar sauðfé. Kannski finnst jafnréttis nýlensku fólkinu það minni kallremba að kalla þarna ákveðna dýrategund hvorugkyns orði en það vill svo til að kallar og konur og aðrir eru jú menn það er okkar tegund og þetta er bara þetta er algjör oftúlkun á orðunum að sjá í þeim svona mikla móðgun gagvart öðrum en kallmönnum. Veistu skoðun málfarsráðunautar Ríkisútvarpsins? Ég veit ekki hvað sá málfarsráðunautur gerir vegna þess að hann virðist láta hvað sem er við gangast. Það virðist enginn hafa neitt eftirlit með málfæri fréttamanna á RÚV. En þegar þú ákvaðst að hlaði þennan pistil, sástu fyrir þér hver mikil viðbröðan myndi vekja? Nei, ég vissi, ég reiknaði með talsverðum viðbröðum en ekki kannski svona miklum. Nei. Ég skrifaði, nei, einn morgun.
það vakti mikil viðbrögð líka önnur grein sem ég skrifaði fyrir 3 árum. Það var opið bréf til útvarpsstjóra, svo ég vissi alveg að þetta myndi skapa umræðu. Já, hvað snerist gamla málið? Já, það var þetta sama. Það var fyrir 3 árum og þá var þessi þróun rétt að byrja. Já. Og ég vakti athygli á því. Já. En núna eru viðbröðin ennþá meir en þá. Þannig að þú þekkir þessi svipugöng sem fylgja því að lýsa þessari skoðun. Já. En mér fannst bara, ég bara skil ekki af hverju það er ekki fleiri sem að mótmæla þessu og skrifa fyrst að ég veit að svona margir eru sammála mér. Já, á öðrum tímapunkti í dag tók ég viðtal við verkalýðs Forkólf sem skilur ekki að hverju Íslendingar láta vaxtastefnu Seðlabankans yfir okkur ganga og hvatti til þess að 15-20 manns myndu bara safnast saman fyrir utan Seðlabankan. Hvar ættu óánægðir að safna saman og við hverju ættu við að tala við þau sem fylgja þér að málum? Ég held að það er ekki vitlaust að láta íslensku kennara safna saman í menntamálaráðuneytinu til dæmis. Já. Nú heitir það einhverju öðru nafni. Það er eitthvað búið að flækja nöfnin á ráðuneytunum. En stórluti kennara virðist vera samkvæmt því sem að ég hef kynnt mér, múlbundin og þorir ekki að segja skoðun sína. Já, hvers vegna, það gerist ekkert, getum við látið þetta yfir okkur ganga, ég bara spyr. Eigum við að þögnir og samþykki. Þannig að það veit enginn af því að við séum ósamála nema við látum í okkur heyra. Nei. Ætli fólk hugsa ekki ef ég get komið í veg fyrir að ég verði kölluð eða kallaður sexisti, þá er best að ég bara gera allt sem ég get til að koma í veg fyrir það. Já, margir hugsa eflaust þannig. Sem er ekki sjálfbær hugsun með þarfir og þróun tungumáls í huga. Mér finnst það vera algjör gunguháttur að hugsa þannig. Já, einmitt. Það búið að vera gaman að spjalla við. Takk fyrir að koma hingað og ræða svona það sem að nokkru leyti, það sem að stóð á bakvið greinina sem og efni pistilsins. Við trúum því hér á Samstöðinni að öll umræða sé til góðs, ekki síst viðkvæm umræðum þar sem að tengist tilfinningum okkar og málvitundin svo sannlega eitt af því. Svo getur vel verið að við leiðum fram til leiks einhvern annan í næstu viku sem að lýsir allt annan skoðun á þessu. En sannlega þurfum við að ræða hvað okkur finnst, ekki síst tunguna. Einmitt. Takk fyrir að bjóða mér. Og ætli við víkjum þá ekki að einhverju allt öðru sem ég nú samt ekki alveg vissum hvað sennilega Gunnar Smári með það. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.